Jæja, þá höldum við áfram fundi. Aðeins búin að vera í brasi hérna með tæknikerfin okkar. En við höldum áfram fundi og við vorum endanlega að ljúka áður en við röðum útsendingu að ljúka við afgreiða ársreikning sveitarfélagsins fyrir síðast ár. Og við höldum áfram að við erum í lið 3 sem makaskipta landi. Rangabakkar, það eru sem sagt lögð hér fram afsöl vegna makaskipta landi. Annars vegar milli Rangabakkar og Rangarsins ytra, þar sem sveitarfélagið afsalar sér lóðun Rangabakka 1 og 2 og Rangabakka 2B og Rangabakka 3 en fær á móti lóðina Rangaflati 10. Þetta er svona kannski til útskýringa, í raun og veru eru Rangabakkar að fá í sinn hlut lóðina sem er í nágrenni við reiðhöllina og undir stóðhestustöðinni og móti kemur land til sveitarfélagsins sem er þarna aðeins norðar. Þetta er búið að vera í vinnslu í nokkur tíma og það er mat okkar að þetta sé hagstætt fyrir báða aðila. Þetta er ekki orðið laust. Hvað þessi hljóðs sem geta samþykkt þetta eins og ekki að merki. Það er samþykkt samhljóða. Þorleif 4 sem er fjölmenningarráð. Það er sem sagt fjölmenningarráð er búið að funda hjá okkur og voru þáttakendur í fjölmenningarhátíð sem var haldin á Hvolsvelli á laugardaginn var. Eins og kom fram í máli sveitarstjóra hérna áðan að þá erum við að horfa á einhverja slíka hátíð kannski hér að ári eða þannast ári, við erum að sjá til hvernig mál þróast. En allavega þá er í erindisbréfi fjölmenningarráðs kveðið á að sveitarstjórn skipi formann ráðsins og það liggur fyrir tillaga hér að Magdalena Prevsef Lokka verði formaður ráðsins og ég ætla að gefa orðið laust þá tillögu. Gjörfulingar. Já, ég stið þessa tillögu, ég bara fór að velta því fyrir mér og náði ekki að lesa gegnum samþykktirnar, maður man ekki allt. Hvernig með varaformann, kýs ráðið það sjálft eða, já? Ráðið kýs varaformann og þetta formannsmál var rætt á fyrsta fundi fjölmenningarráðs og ég gerði svo bara ráð fyrir því að verði einhver svona hreyfing á formennskunni en allavega að byrja á þessu svona þess að geta sagt það vissulega kemur aðeins samþykkt. Þá er liður 5 sem er þjónustu samningu við Sindi sem varðar netöryggi og við ætlum að taka hann á eftir, þetta er trúnaðarmál. Liður 6 sem er erindi frá ungmennafélaginu Heklu vinnu vegna fallvarna á steinveggjum íþróttasalans og Hellu ástand hliðarkarfa. Sem sagt kom hér erindi frá Heklu varðandi öryggismál og þar sem að ungmennafélagið var að hafa áhyggjur af því að öryggismál í íþróttahúsinu aðalega værum ekki búin að klára okkur af því sem að þetta nú verið rætt í talsverðan tíma en ég held nú samt að þetta sé ágætisfarfi en ég ætla ekki orðið laust. Það er tillaga á afgreiðslu þar sem að sveitarstjórn takkar erindið og upplýst er að vinna við útfærslu á fallvörnum og er áætlað að framkvæmdin ljúki í sumar. Viðgerðir á búnaði hliðarkarfa eru síðan í vinnslu og verður lokið fyrir haustið. Og sveitarstjórn leggur áherslu á að vinna við öryggisúttekt og úrbætur verði lokið fyrir haustið. En ég get upplýst að þetta er allt saman í ágætisfarvegi. Við skilum samið þessa afgreiðslu þess að gefa merki. Það samþykkt. Þá er liður 7 sem eru fyrirspurnir fulltrúa D-lista sem komum fram hérna á síðasta fundi. Og það er sem sagt, þarna í gögnunum ykkar svör við þessum fyrirspurnum og ég ber þetta bara upp allt í einu og gef bara orðið laust
þetta mál, þessi mál, eru nokkuð mál. Ykkur sem að vilja gera svo Björk. Já, takk fyrir þetta. Hér eru lögð fram svör í fyrirspurnum frá D-lista frá síðasta fundi sveitarstjórnar. Ég ætla að byrja að ræða hér minnisblaðið sem lagt var fram varðandi dagdvölum fyrir heilabilað og tengda sjúkdóma. Það kemur fram að vinnuhópurinn hafi fundað einu sinni inn á stjórnarfundi Lundar 16. september síðastliðinn. Þar var ákveðið að fara í húsrýmisáætlun og hönnun við breytingar sem til þurfi og hjúkrunarforstjóra falið að hefja þann undirbúning með sveitarstjóra Rangvíks ytra Ásar-Hrepps. Í seinni hluta minnisblaðsins er rætt fund sem var haldinn 13. janúar síðastliðinn, vinnufund með stjórn Lundar og sveitarstjórum Rangvíks ytra Ásar-Hrepps. En þar er verið að tala ákvörðun sem var tekin að fara í kostnaðargreiningu og húsrýmisáætlun fyrir svona framtíðar uppbygging og þróun Lundar. Ef ég fer aðeins yfir feril þessa máls með leyfi oddvita, að þá var hér 13. mars á síðasta ári, 24. Lögðum við til hér, fulltrúar D-lista, að sveitarstjórn myndi beita sér í því að ráðin yrði iðjuþjálfi á Lund og jafnframt var lögð fram tillaga að því að sveitarstjórn yrði falið að skoða mögulegar lausnir fyrir húsnæði vegna dagdvalar og leggja greinargerð fyrir sveitarstjórn í maí. Honum var jafnframt falið að óska eftir fundi með Ásar-Hreppi og hjúkrunarforstjóra Lundar þar sem þessi málefni eru rædd. Og Ásar-Hreppur lýsti sig reiðubúinn til þess að ræða þessi mál verið fulltrúar Rangvíks ytra og iðjuþjálfa og lausnir húsnæði 20. mars. Síðan var 12. júní lögðu fulltrúar D-lista fram tillaga vinnuhóp að hann skipaður vegna dagdvalar fyrir fólk með heilabilun og tengda sjúkdóma. Að honum yrði falið að kanna rekstrarform dagdvalarúrræðis hjá þeim sveitarfélögum og að skoða allar leiðir til að koma upp bráðabirgðaúrræði með Lundi fyrir dagdvöl með heilabilun til bráðabirgða og svo einnig til framtíðar. Þetta er samtidig samhljóða og útfærsla á vinnuhópnum var sent til byggðarráðs og þar var ákveðið hvernig hópnum skyldi skipaður og sveitarstjóri falið og skipti tilnefningum. Í hópinn voru skipaðir sveitarstjórar og tilnefnt frá heilsugæslu og félagsþjónustu og eins og áður hefur komið fram fyrsti fundur inn á stjórnarfundur Lundar 16. september þar sem það var ákveðið að fara í þessi húsrýmisáætlun og hönnun við breytingar. Þessi húsrýmisáætlun sem vísar til í þessu minnisblaði var framtíðarþróun Lundar og uppbyggingu er ekki svo sem var ákveðið að fara í hér 16. september síðastliðinn. Og spyr ég því kannski núna til að byrja með hvað líður þessari vinnu varðandi þetta bráðabirgðaúrræði sem allir voru sammála að fara í kjallara Lundar. Hvað líður þeirri vinnu og síðan væri áhugavert að vita hafa þessir aðilar í vinnu ekkert talað saman síðan þá. Takk fyrir þetta. Þetta er raun og veru 2 spurningar sem þú ætti að leggja fram hérna. Já. Hvort að aðilar í vinnuhópnum hafi talað saman og hvað þessari vinnu líður varðandi kjallara, er það ekki? Já, húsrýmisáætlun sem var ákveðið þar í. Jón, viltu svara þessu? Já, vinnuhópurinn hefur ekki komið formlega saman eins og kannski bara ekki fram í minnisblaðinu. En það hefur náttúrulega átt sér að staða ákveðin samtöl náttúrulega svona við Lund sérstaklega náttúrulega og sérstaklega á dagdvalarrýmin eins og kemur náttúrulega fram í minnisblaðinu en það núna verið að sækja 5. rýmið og það fyrir heilabilaða. Það sem að raun og veru hefur
þannig að það hefur ekki verið formlegir fundir en það hefur verið samtöl. Hópurinn sjálfur hefur ekki hist í heilsinni, en eins og kemur fram líka það eru menn allir að bíða eftir því að þessi húsrýmisáætlun og kostnaðaráætlun koma af stað, eins og var síðan tekið sérstaklega fyrir sveitarstjórnum af því að hún mun kosta og þarf þá að taka sérstaklega fyrir. Það er sett á hjúkrunarforstjóri og framkvæmd og forstöðumaður eigna og framkvæmdasviðs hafa verið að vinna í þessu. Það hafi verið ákveðin flækjustið að skoða eða fá aðalega í verkefni, en hafi verið að velta fyrir sér arkitektum hússins af því að það átti að taka þá greininguna á kjallaranum eins og minnst var ásett inn í þetta dæmi líka til að meta hvað verður að gera þar og svo líka þá framkvæmd byggingu lundar og það er svo kemur fram líka í vinnuspilum þá eru að myndast ákveðin gluggar uppbyggingu á hjúkrunarheimilinu í heilsinni og stækka það og það eru þá bara hópurinn eru að bíða eftir því að þessi húsrýmisáætlun vinna sjálfsöldin aðili og sveitarstjórnirnar samþykki þá að taka þátt í þeim kostnaði sem það kostar og þegar það er klárt þá myndi hópurinn einfallega funda með stjórnlundar og halda þessu vinna áfram. Þannig að það er rétt, það er allir að bíða eftir því að sú vinna hefjist formlega en það eru stundum ákveðin vandamál að finna græðilega þegar einhverjir arkitektar eru með þess að þá kannski hönnun húsins en ég veit að þetta mál er í vinnslu hjá Hjúkrunarfræðslu. Ég skil alveg og við erum öll sammála að reyna að vinna þetta gengur svona mál ganga oft óþarlega hægt. Það er bara, ég er alveg sammála því að þetta er heilmikið flækjustig. Eins og varðandi húsrýmisáætlunina þá eins og við munum að þá blandast nú líka hugmyndirnar sem við vorum með þarna frá GG3 inn í frekar uppbyggingu þarna við Lund og þetta inn í það líka. Því munum við ákváðum að tengja þetta allt saman í eina vinnu. En væntanlega eru arkitektarnir sem að teikna þetta á sínum tíma með einhver sérleyfi á allir vinnu þarna, geri ég ráð fyrir. Þetta er ekki alveg einfalt, en fleiri. Já, það er auðvitað mjög vel að það sé verið að fara í þessi húsrýmisáætlun varðandi framtíðar uppbyggingu og þróun á Lundi. En því varðandi loki og þó að kjallarinn kom þar inn í að þá hefur við alltaf og samt okkar skilningi allir verið sammála það að við ætlum að fara í bráðabirgða aðstöð þarna niðri og þess vegna var að hugsa húsrýmisáætlun og útfærslu á kjallarann fyrir þessa dagdvöl. Þannig að svo við séum alltaf saman blaðsíu þá er þetta sikkur hluturinn til þess að við komum þessu í gang og við getum ekki setið hér og beðið eftir því að því að við vitum það að þetta tekur allt tíma og það er fullur skilningur á því, sérstaklega þegar við erum að fara í svona að skoða framtíðar uppbyggingun og þróunina. Það er fullur skilningur á því. En nú síðan 16. september eru liðnir þó nokkrir mánuðir og það ætti að vera búið að koma einhver niðurstaða í það. Það þarf að gera við kjallarinn til þess að við getum komið þessar dagdvöl á og til þess að liðka fyrir málunni. Ég meina við lögðum líka til að í mars síðastliðnum að sveitarstjórnin myndi beita sér fyrir því að ráða niður iðjuþjálfara Lund. Og þetta er allt forsendur fyrir því að við getum komið þessar dagdvöl á. Það er að hafa húsnæði til staðar, við komum að þessum starfsmannamálum, iðjuþjálfun þarf að vera til staðar til þess að þessi dagdvöl geti komið á. Þetta er bara ákveðin forsendur sem þurfa að vera og síðan erum við að sækja hér hjúkrunarforstjóri að sækja hér rými og erum þú nú þegar búin að fá og nú verður að sækja fleiri. Þannig að við þurfum að vinna okkar vinnu til þess að þetta gangi. Takk fyrir þetta, það eru fleiri. Gjör svo makar. Já, þetta er ágætt fundarmenn. Ég skil vel að fólki finnist þetta ganga á hraða snigilsins. Varðandi iðjuþjálfa, þá hefur það alveg verið, þau erindi alveg verið komið til hjúkrunarforstjóra en það er náttúrulega má benda á það að við erum ekki beinir aðilar í rekstri Lundar. Hjúkrunarforstjóri er ekki alveg undir okkar hatti. Þannig að það er hennar að sjá hvaða starfsfólk hún kýs að hafa og getur haft og bara fær til starfa.
mönnunin á Lundi samt mjög góð, við erum mjög vel sett með fagmönnum fólks. Það einnig, við þurfum líka að hugsa þetta og stjórn Lundar mun funda núna, bara næstu vikum, og þar sem að ég mun taka þetta á dagskrá. Og við þurfum einnig að hugsa varðandi það, ef við erum að fjölga dagdvalarrýmum, þá þurfum við að gera ráð fyrir því í næstu fjárhagsáætlun. Því að sveitarfélagið mun alltaf þurfa að koma eitthvað inn í það ef við ætlum að gera þetta miklu magni. Því að það fjármagn sem fæst með hverju dagdvalarrými, það stendur ekki undir rekstrinum á dagdvalarrýminu. Þannig að ég vil gjarnan að þetta mál haldi áfram og því sé flýtt, en reynum að vera með einhverju niðurstöðu fyrir næstu fjárhagsáætlun svo við getum sett eitthvað í gang. Þar. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Erum fleiri? Gjörðu svo vel. Já, oddviti fundarmenn, málið snýst bráðavanda á fleiri en einu heimili. Og mig langar í rauninni kannski bara að varpa því fram, hefur verið leitað til Árborgar því ég veit að sveitarfélög hafa getað gert samning við Árborg, þar rekin þjónusta sem við gætum að sjálfsögðu lært af, en á meðan þetta óleyst hefur verið leitað þangað því ég veit að fólk hefur verið vísað frá hér, sem á lögheimili hér frá vinnu minni eftir að hafa verið byrjað þar í dvöl vegna þess að það hefur strandað því að reikningar hefur verið greiddir hérðan. Takk fyrir þetta. Mínar upplýsingar segja að þeir séu ekki að selja þjónustuna út í Árborg. Ég svo sem ekki með það hér skriflegt en það alveg sjálfsagt að skoða það en ég held að það sé ekki boði. Ingvar. Já, oddviti, ég ætlaði aðalega að koma upp út af öðrum málum sem var verið að svara. Ég ætla aðeins samt inn í þetta að því að varaoddviti og formaður Lunda nefndi áðan að það væri ábyrgð hjúkrunarfóstur ráða starfsmenn og það þessi rétt en varðandi iðjuþjálfa sem tengdur dagdvöl þá náttúrulega dagdvölúrræði áforraði sveitarfélaga og það þyrfti þá að gera einhvers konar samning af því að við þurfum alltaf að greiða ykkur framlög með þessum starfsmanni og það var auðvitað eitt af því sem að var inn í tillögun okkar sem að var svo vísað til þessa vinnuhóps sem við höfum verið að ræða sem fundaði í september að koma með einhverja tillögur eða skoða hvernig rekstrarform hentaði best fyrir dagdvöluna og það eru auðvitað margar leiðir í því. Ein leiðin getur hreinlega verið bara samningu við Lund eða einhvers konar rekstur sér utan þetta hvernig sem það en það þarf að minnsta kosti að finna út úr því áður en starfsmaðurinn ráðinn og ég held að það þarf að fara ágætlega á því að reka þetta með Lundi og þá náttúrulega þetta hjúkrunarfósturinn en hún þarf auðvitað að fá eða hjúkrunarfósturinn eða Lundustofnunin sem slík þarf auðvitað að fá framlög til þess að geta ráðið starfsmanninn. En þetta var nú bara svona það sem ég vildi benda á með þetta en ég ætla að ræða þarna, það líka svör þarna við fyrirspurn þróun stöðugilda og eins lögfræðikostnaðinn og varðandi stöðugildin þá er það bara mjög upplýsandi að fá þetta yfirlit. Maður sér á því að það ákveðin þróun í það átt að starfsmönnum eða stöðugildum og sveitarfélaginu hefur verið að fjölga töluvert síðustu 3 árum og ég held að við þekkjum það auðvitað öll. Mörg þessara tilvika hafa komið vegna sérstakra aðstæðna og það hefur verið brugðist við þeim og svo hefur annað verið vegna óska frá viðkomandi stofnunum að gera einhverjar breytingar. Ég held að það sé alveg full þörf á því að fara í einhvers konar endurskoðun eða skoðun reglulega á þessum hlutum. Endurskoðun bara oft mjög hóll og hún getur leitt til þess að þjónustan verði betri, að starfsmönnum sé nýtti betur. Starfsmaður sem kemur inn vegna sérstakra aðstæðna í eitt skipti að ég hef grunum að hann hætti ekkert þó að þær aðstæður breytist, að hann áfram til staðar og mögulega væri þá hægt að nýta hann í annað eða mögulega væri hægt að halda sömu stöðugildum og fá þá betri þjónustu eða að skoða hvernig hægt að nýta þann starfsmannafjölda sem til þess að bæta þjónustuna.
ég held að við þyrftum að fara í einhvers konar yfirferð á því, þannig að þetta verði ekki þessi þróun að það bara komi alltaf beiðnum nýjan starfsmann og hún bara samþykkt og svo einhvern veginn erum við aldrei að reyna svona að veita einhvern alvöru aðhald í þessu. Ég er ekkert að segja að það hafi ekki verið þörf fyrir þessar starfsmenn, en þegar maður skoðar tölurnar og sér fjöldan, þá er ekki bara að tala eina stofnun frekar en aðra, það kemur fram að það er líka fjölgun á Strönd og það er fjölgun hér sem við þekkjum á skrifstofunni og víðar. En við þurfum stöðugt að vera að tala með þetta og gæta því að við séum ekki að missa svolítið fókus á því að reyna að fá sem besta þjónustu fyrir þá fjármuni sem að skattgreiðendur leggja í þetta. En þá ætla ég að ræða aðeins lögfræðikostnaðinn og þegar maður fer yfir hann þá kemur fram að hann hefur hækkað úr 3,1.022 í 15,7 á síðasta ári og það ásýður þetta einhverju leyti eðlilega skýringar. Það eru þarna töluverður kostnaður vegna aðöldu og Hvammsvirkjunar sem eru fæst endurgreiddur að öllu leyti myndi ég halda, eða allavega flestu leyti, og síðan vegna kaup á Helluvaði. En þegar að sá kostnaður er talinn frá og þá erum við að kaupa lögfræðiþjónustu fyrir 5,4 milljónir og við erum að beina nánast öllum viðskiptum til einnar lögfræðistjóð. Af þessum 15,7 milljónum eru 14,3 viðskipti við eina lögmannsstofu, samtals 24,8 síðustu 3 árum og síðasta árið að þá bókuðum við, þegar við fengum svör við þessari sambærilegu fyrirspurn eða sömu fyrirspurn, nauðsyn þess að rýna þörfina fyrir aðkeyptri lögfræðiþjónustu. Í hvaða tilvikum erum við að kaupa lögfræðiþjónustu og fara svona heilt yfir það í hvernig málum sé rétt að leita sér aðstofar. Og ég held að sé alveg full þörf á því að við höfum það bara sem fyrsta valkost í forgrunni að kanna hvort að lögfræðiráðgjöf Sambands íslenskra sveitarfélaga geti gagnast í einhverjum málum. Þar er auðvitað sérfræðiþekking í málefni sveitarfélaga og sú þjónusta er ekki það er ekki rukkað fyrir hana, allavega ekki með sambærilegum hætti. Áður en við leitum út fyrir, eða leitum inn á almennamarkaðinn og það er einnig eitthvað mikilvægt að hafa í huga að við séum þá þegar við erum að leita inn á almennamarkaðinn að við séum að tryggja það að það sé til staðar sérþekking í málefni sveitarfélaga að minnsta kosti í viðamiklum og flóknum málum. Og við teljum að það sé alveg full þörf þegar við erum komin upp í 15,7 milljónur ári að fara í einhvers konar verðkönnun þar sem við bæði þá að kanna og reyna að fá hagkvæmustu verðin og tryggja það að við vitum nokkurn veginn hvar sérfræðiþjónustu sé að finna. Það er ekki endilega víst að það sé alltaf á sömu lögmannsstofunni bestu þjónustuna að finna fyrir hvert mál. Við erum í enga að setja út á þessa þjónustu, það er engar athugasemdir við þjónustu þeirra lögmanna sem er að leita til, heldur fyrst og fremst verið að huga því hvernig við förum sér best með almannafé og þá forgangsröðun fjármuna hverju sinni. Þetta er svona það sem ég vildi segja um þetta. Þakka bara fyrir svörin, það var gott að fá þessar upplýsingar, en það er alveg ástæði til þess að horfa svona svolítið inn á við í báðum hverjum málum og sjá hvort að kannski er þetta bara allt eins og það á að vera, en þetta eru töluverða aukning í starfsmannafjölda og þetta er líka töluverða fjármuni sem er að fara í lögfræðikostnað. Takk fyrir það, Ingvar. Ég vildi kannski varðandi þennan aukna starfsmannafjölda þá er kannski tvennt sem að þú minnst ekki á í þínu máli sem við megum heldur ekki gleyma að það hefur orðið fjölgun í leik- og grunnskólunum hjá okkur og það hefur líka orðið fjölgun á börnum sem hafa þurft svona sér úrræði og þetta kallar þetta á fleira starfsfólk. Eins er íbúunum að fjölga í sveitarfélaginu og það kallar líka, það kallar ekki á fækkun starfsfólks í stjórnsýslunni þegar íbúunum fjölgar. Við viljum veita góða þjónustu, þannig að það eru skýringar á öllu þessu sko. En varðandi lögmannskostnaðinn og þá er ég alveg sammála því að við þurfum að vera á tánum með hann. Þú nefndi sérstaklega að væri verið að skipta við eina stofu umfram aðra, það er alveg rétt og það er bara einfallega vegna þess að við viljum halda þessu ef við getum hér á Suðurlandi, á okkar svæði. Þetta er stærsta stofan á Suðurlandi
og þarna höfum við verið að fá góða vinnu en auðvitað það alveg til umhugsunar hvort að ég að fara einhverja aðra leiðir í því. Ég ætla ekki að loka á það. En það kannski svona í stuttumáli. En vilt þú bregðast eitthvað við Jón eða gera svona eitthvað? Já, ég taldi mér reyndar að hafa reynt að koma orðum á því að það hefði nú verið þörf á þessum starfsmönnum oft, en þetta hefði oft verið tekið fyrir eitt stöðugildi í einu, einmitt vegna ýmissa mála. Ég var að reyna að vera eins og persónugreinanlegur og ég mögulega gæti. Þannig að ég var nú að reyna að koma inn á það að við hefðum nú í hverju tilfelli þar sem við samþykktum aukningu á stöðugildum tekið þær ákvarðanir út frá þeim gögnum og forsendum og upplýsingum sem lágu á borðinu hverju sinni. Og ég ekkert að segja að það hafi ekki verið þörf á því öllu, en þegar þú ert komið með þetta aukinn starfsmannafjölda þá getur alveg verið ástæða til þess að fara yfir það hvort það sé að fá meira út úr þjónustunni fyrir öll þessi stöðugildi og ég stend alveg við þau orð. Varðandi lögfræðiþjónustuna, það er ekki verið að gera einhverja athugasemdir við þessa sérstöku eða tilteknu lögmannsstofu og það er ekki verið að gera heldur athugasemdir við það að það sé reynt að kaupa þjónustu á Suðurlandi, en það eru auðvitað margir lögmenn og einhverjir kannski sérhæfðir í öðru, lögmaður er ekki bara lögmaður. Þannig að það getur alveg verið ástæða til þess að kanna hvort að það sé hægt að kaupa til hvaða þjónustu er í boði, hvers konar sérfræðiþekkingu lögmenn á Suðurlandi almennt hafa yfir að búa og hver verðskráin hjá þeim er. Þannig að það sé hægt að hafa þær upplýsingar á borðum þegar ákveðið þegar nauðsyn er að kaupa lögfræðiþjónustu. Það við síðan þá að tryggja það við séum alltaf að kaupa hana af þeim sem hefur bestu sérfræðiþekkingu í hverju máli fyrir sig. Þetta var það sem ég sagði og ég ítreka það hér aftur. Og búið ekki stuttabókum. Ég er aðeins í vandræðum. Við lögðum fram í rauninni 3 fyrirspurnir. Þetta er tekið fyrir sem 1 mál. Ég hefði helst vilja fá að leggja fram 3 stuttabókanir aðgreindar. En ef oddviti hafnar því að þá þarf ég að leggja fram eina mjög langa bókun og þá með einhverjum millifyrirsögnum. Takk fyrir það. Ég hef ekkert á móti því megi bara bóka eins og þið viljið bóka. Það er bara algjörlega ykkar höndu hvernig þið viljið gera það. En er kannski eitt örstutt varðandi starfsmannafjöldan hjá okkur, bæði í skólum og stjórnsýslunni allri, að ég auðvitað bara sammála því að við þurfum alltaf að vera á tánum og fylgjast með að við séum ekki að ofmanna stofnanirnar. Og það væri kannski fróðlegt og ég held að það sé kannski þyrfti ekkert að vera eitthvað rosalega mikið mál að bera okkur saman við sambærileg sveitarfélög hvað varðar stöðugildi í skólunum, skrifstofunni og svo framvegis. Það væri örugglega bara fróðlegt að fá það og skoða og þá getum við kannski svona aðeins metið hvar við stöndum í því. En ef það er ekki fleiri þá ætla ég að hleypa Yngvar að með bókanirnar og ég mæli með því að farið þessa leið sem þú ætlar að hafa það styttri en þetta er í þínum höndum. Já, oddviti. Svo ég lesi hérna hvernig sem við setjum þetta inn í fundargerð að þá verður þetta bara óbreyttur texti frá því sem ég les. Þannig hér er þá bókun sem á við varðandi svör við fyrirspurnum dagdvöl fyrir fólk með heilabilun. Fulltrúar D-lista að þakka svörin en lýsa þó vonbrigði sínu með hversu hægt sú vinna sem lagt var upp með í júní í fyrra gengur. Einungis 1 fundur hefur verið haldinn í vinnuhópnum á 10 mánuðum. Á þeim fundi í september var samþykkt að fela sveitarstjórum og hjúkrunarfólkstjóra að finna leiðir til að koma upp bráðabirgðaaðstöðu fyrir dagdvöl innan húsnæðis Lundar og að láta skoða rýmistörf. Ekkert er að frétta þeirri vinnu enn. Sú ákvörðun sem vísaði til í svarinu í janúar snýr að framtíðaruppbyggingu er liður í munstaramáli við stækkun Lundar sem ekkert er í hendi með hvenær af verði. Enn er aðkallandi þörf á að ljúka þeirri vinnu sem vinnuhópnum var falið að finna út hvernig rekstrinu sé best háttað. Þá er nauðsynlegt að hraðað verði vinnu við að finna lausnir varðandi ráðningu iðjuþjálfa
sem ákveðið var að vinna að í mars 2024. Það er stór liður í að efla þjónustu við fólk með heilabilun og þar liggja jafnframt tækifæri fyrir aðrar stofnanir sveitarfélagsins þar sem þörf hefur verið á iðjuþjálfa. Jákvætt er að tekist á sínum tíma að fjölga dagdvalarrýmum og á hjúkrunarforstjóri Lundar miklar þakkir skilið fyrir sinn þátt í því. Áfram þarf að vinna að frekari fjölgun, en það líður á að ljúka þeirri vinnu sem hér hefur verið rakin, sem eru forsendur fyrir því að hægt sé að bjóða upp á dagdvöl fyrir fólk með heilabilun. Afkoma sveitarfélagsins býður vel upp á að fjárveitingum sé varið í þennan málaflokk og að nauðsynleg undirbúningsvinna fái einhvern forgang. Sú ráðstöfun hefði ekki neikvæð áhrif á þá uppbyggingu sem unnið er að á öðrum sviðum. Og síðan er hér þá bókun varðandi sem snýr að svari fyrirspurnum lögfræðikostnað og hún er svo hljóðandi. Þegar þróun aðkeyptra lögfræðiþjónustu er skoðuð 2022-2025 má sjá að heildaraðkeypt þjónusta fer úr 3,1 milljón árið 2022 í 15,7 milljónir króna árið 2024. Að frátaldri vinnu vegna fyrirhugaðra virkjana í Vaðöldu og Hvammsvirkjun upp á 6,7 milljónir og vegna kaupa á landi úr Helluvaði upp á 3,5 milljónir er aðkeypt þjónusta upp á 5,4 milljónir. Nær öllum viðskiptum er beint til einnar lögfræðistofu eða fyrir 14,3 milljónir á síðasta ári, samtals 24,8 milljónir á síðustu 3 árum. Bókun D-lista frá síðasta ári er ítrekuð varðandi nauðsyn þess að rýna þörfina fyrir aðkeyptri lögfræðiþjónustu heilt yfir og hvernig mál rétt sé að leita aðstoðar með. Þá er rétt að hafa sem fyrsta valkost að kanna hvort lögfræðiráðgjöf Sambands íslenskra sveitarfélaga gagnist sveitarfélaginu í þeim málum sem uppkoma, enda er þar að finna sérþekkingu í málefnum sveitarfélaga. Þá þarf jafnframt að huga því að þegar leitað er ráðgjafar hjá einkareknum lögfræðistofum að þar sé til staðar sérþekking í málefnum sveitarfélaga, ekki síst þegar viðamikil og flókin mál er að ræða. Fulltrúar D-lista telja fulla þörf á að framkvæmd verði verðkönnun og lögfræðiþjónustu ef áfram er talin þörf á að kaupa svo mikla aðkeypta þjónustu. Annars vegar til að halda kostnaði niðri og hins vegar til að kanna hvar helstu sérfræðiþjónustu sé að finna. Fulltrúar D-listar er í engu að setja út á þá þjónustu þeirra lögmanna sem keypt hefur verið, heldur fyrst og fremst að huga því að farið sé vel með almannafé og að forgangsröðun og ráðstöfun þess sé rétt hverju sinni. Og síðan er það hér þá bókun vegna svars við fyrirspurnum starfsmannaþróun. Fulltrúar D-lista þakka samantekin svör, eins og sjá má á yfirlitum sem fylgja hefur starfsmannaaukning verið nokkur á síðustu 3 árum hjá stofnunum sveitarfélagsins. Án þess að gera lítið úr aukinni þörf á mönnun er ástæða til að skoða reglubundið hvort hægt sé að leita hagræðingar í starfsmannamálum þannig að hægt sé að efla og festa þjónustuna í sessi en leið að veita nauðsynlegt aðhald í útþenslu. Slíkum endurskoðunum fylgja alla jafnan ýmis tækifæri, ekki einungis í sparnaði, heldur einnig í bættri þjónustu. Takk fyrir það, Ingvar. Var þetta stutta útgáfa? Þetta var stutta útgáfa. Ég held að ég verð að biðja örstutt fundarlega. Er það vesen? Já. Það er vesen. Það var bara að slökka upptökinu og byrja upp á nýtt af. Er það hægt? Já, það verðum bara að gera það. Við getum slökkt á hljóðinu. Við getum slökkt